Kvöldi, gærkvöldið, guð hvað það var hella. Þar var sungið, hlegið hátt, hellt í staup og sprella. Við enduðum í gilli sem engin mann hvar var. Eða hvað við vorum yfirleitt að flækjast þar. Já, manstu við... Já, það er kannski við ágætt svona tilefni að byrja þáttinn á þessu lagi. Gærkvöldið. Heldur betur. Bakalút. Heldur betur. Við erum okkar þar. Láskíða hérna? það hefur verið háskíðara, ég get alveg sagt það. Já, það er ekki heiðskýrt. Nei. Er þessi Wellingtonsteik sem við erum að skera hér, er þetta afréttari eða? Þetta er sennilega einhver rosalegasti þingubanni sem ég komist í. Þetta er alvöru viðgerðasteik. Sumir fara á nonnabita, við förum í kjötkompaníu og fáum okkur Wellingtonsteik. Já, Jón Örn mætti þetta með Wellingtonsteik fyrir okkur. Hann vissi bara í hvað stemdi. Já. Og elduninn upp á 10. Alveg heldur betur. Ég hef verið með svona Wellingtonsteik frá honum á áramótum. Hverjum að bara taka á jólunum núna. Þetta er algjör snill, sko. Maður getur eiginlega ekki gert úr sjálfið betur sjálfur, sko. Já. Það er að segja fyllinguna. Þetta er svona einn af þessum hlutum sem er bara betra að leyfa fagmönnum að framkvæma, ekki satt. Jú, þetta er það sem ég segi þegar ég er að hlusta á þessi amatör hlaðvörp, sko, ég skil bara ekki af hverju ég láta okkur ekki þetta. Láta fagmennum þetta bara. Já, ég veit ekki hversu oft ég er búin að hlusta á þetta eins og hálfstíma viðtal við Oddnýju Harðardóttur í Kratanum. alltaf að bíða til næsta þætti. Ég lenti því að ég var í 8 tíma flugi daginn til Miami og mér til mikilvæg skelvingar áttuði maður því að sko Wi-Fi var bilað í vélinni og það eina sem ég hafði downloadað niður á Spotify var þetta viðtal við Oddnýju. Og ég hlustaður 3 sinum á sama þáttir. Ég var sko ég held að við höfum verið bara yfir Nýfundnalandi því ég var að hugsa að varpa mér út úr vélinni. það eru svona sum hlaðvörp sem að maður notar til að sofna út frá og þetta er alveg perfekt í það. Já, þetta er hérna við byrjum með laginu Gærkvöldið. Ég fekk leyfi hjá Braga Valdimar til að nota lagið. Snildartexti eins og annað frá honum. Já, bara eins og flestir textar. Hann var ekkert mjög ánægður þegar hringdi hann 3 nótt og baðan þetta sko, en hann gaf samt leyfi fyrir baðst hann þetta. Já. Krafðir hann. Já, krafðist leyfis. Þannig að hérna þetta var, hátíðarkvöld þjóðmála, fór fram í gærkvöldi, við ætlum að fara hans yfir þá eftir. Þriðja skipti sem að þriðja ári í röð. Já. Í Hvalasafninu. Öðru sinni í Hvalasafninu. Þeim ótrúlega sal. Já, við þökkum þeim fyrir að taka á mót okkur. Já, mjög frábært að vera þar. Mjög svona flott venue eins og sagt fyrir svona boð. Það er ekki mörg boð haldin hérna. Nei. Það er það ekki rétt skil hjá mér að þeir eru með eitthvað leyfi sem að takmarkar þá til að halda partí. Ég held að það sé þannig að þetta er ekki hafsækin staðsemi sem að Hvalasafnið og þá eru meiri kvaðir á þessu hjá borgin en öðrum. Eðlilega og maður hugsa bara hvernig væri grandin ef þetta væri stjórnlaust. Hver ákvað þetta? Það er bara væntanlega Alessandra Brím eða einhver handbókar nefnd þarna hjá borgin. Það er bara þau ljóta að hafa kafað onni þetta mál. Já, þetta er alltaf Alessandra að kenna. Það bara hlýtur að vera. Rétt eftir að Jón Örn kom undan með Wellingtonsteikin áðan þá mætti Styrmir hérna bara spólandi inn á hlaðið með Styrmir á kampansfélaginu með hvað er að koma með? Stefán, þú kannt þetta? Já. Tómas Þór fjallaði það hérna í síðustu viku að það var svolítið munur af vinkinningu sko þegar Stefán er og ekki. Já. Þannig að ég mótmælti því ekkert. Það var góð þáttur. Mjög góður. Tómas stóð sér vel. Við erum hér að drekka sennilega og óumdeilt besta rauðvín sem Ítalía býður upp á. Þetta er Brunello frá Biondi Santi í Toskana af egru eða landareik sem er kölluð Il Greppo og þetta er í raun sér sá framleiðandi sem að fann upp Brunello vínið sem við þekkjum í dag. Og þetta eru slík toppvín maður þurfa nú alltaf að nefna verðið á þessu þetta kostar alveg hvítun úr augunum. Já, vextir að lækka á svona Já, það drýpur smjör af hverju strái en það voru allan okkur borð í Hvalasafninu í gær sem að voru með magnum flöskur af þessu víni. Það hefur nú farið vel með nautakjötinu frá okkar manni frændaðinum Ísaki Aroni Jóhansinni sem er landsliðskokkur annað árið röð sem hann er með veitingarnar frá Múlakaffi fannst ekki nauti gott stórkostlega matur í gær já og bara það var allir diskar hreinsaðir í gær ég sá ekki betur og það var allt vín frá hérna kampansfélaginu Styrmir sér þetta er bara það skiptir máli að vera með eins og við segjum fagmenn á hverju sviði
og það er ægilegt þegar fólk með veislu þjónustur, kannski með góða kokka en svo, og frábær matur sem flott Wellingtonsteik eða slíkt, svo bara farið í eitthvað barefoot hvítvín og eitthvað viðbjóð og reyna að keyra kostnaðið niður í vínunum en það bara þannig að matur og vín bara það er lægsti samnefnara sem þú finnur sem ákvarðar gæðin á þessu þannig að ef þú ert með stórkostlega Wellingtonsteik eins og þessa, þá þarf það að vera með stórkostlegt vín þetta auðvitað þetta bolti eins og maður segir, svona ítalsku bolti það þarf ekki alltaf að vera svona kraftmikið en ég kann mjög vel að meta þetta með svona steik Skála. Heyrðu, ekki skála. Takk fyrir saman. Já, þetta var skemmtilegt. Við erum menn. Já, bara svona. Við tökum afréttara í Wellingtonsteik og Brunello frá Biondi Santi. Og svo var líka gaman að sjá, sko, að Styrmir sjálfur, hann var nú bara mættur hann í gær að sjá til þess að þetta fær allt saman rétt fram. Þannig að það er svona þetta ekstra sem að kampænsfélagið kemur með. Hann passar upp á sitt. Allir þessi eini hlaðastáttur í Íslanda sem menn borða með, sko, hníf og gafli bara í miðan þetta. Þú eru bara smjöttandi í mikrofónin. Já. Brjótum hér blað, það ekki. Herðu, þannig að þetta minnum að það, talandi um gæði og svona jólalegt og kannski líka og svona. Nú. Það er hérna nýr vinur þjóðmála. Nógu Sirius. Ertu að meina þetta? Já. Þannig að ég kom hérna með gjöfand ykkur. Malt og appelsín súkkulaði. Þetta er nýr mólifræðum. Nei, þú mátt gefa Þórði annað þeirra. Býtum við, malt og appi sem er fyllingu. Já, þið þurfa að smaka þetta. Þetta hljómar mjög vel. Já, ég var að segja það. Ég held þetta virki. Ok, þetta er Nóa Sirius ekki ölgerðin. Við vantarlega kannski samstarfið þá eða eitthvað. Já. Þetta er samstarf, það lítur að vera. Já. Það er ekki langt á milli þessara tökja fyrirtækja. Nei. Bara dræfur og sagsjátt, er það ekki? Svo gripum til gamalkunnara lýsingar. Jú. Sem allir er að kannast Jú, dræfur og sagsjátt. Erðu við, golfmótið? Golfmótið Írlandi. Er komið í sölu? Já. Það ekki? Það er inn á GB-ferðir. gbferðir.is Þjóðhátíðar golfmót, já þjóðhátíðamót, þjóðmála. Já, við ætlum að Carton House á Írlandi, við ætlum að eyða að byrja að bóka, nei við ætlum að verja. Við ætlum að verja þjóðhátíðinni 26 á Írlandi. Við náttúrulega eigum allir og öll ættir að rekja þanga mörguleitið, þannig að þetta er nú kannski, veit ekki, gamla föðurlandið. Að hluta til. En hérna 15. til 18. júní, flug, gisting, ringirnir á Montgomery og Mera vellinum. Þetta kostar hvorki meirinni minna en 899.000 mann. Nei, fyrir ekki, 288.000. Það er gjöfin ekki gjald. Já, en innifalið í þessu er náttúrulega gisting hvað í 3 nætur og flug og golf, þannig að þetta er gjöfin ekki gjald. Þjóðhátíðadinner. Og dinner náttúrulega. Já, hátíðar, gala dinner. Það er kannski eina sem að menn getur sett fyrir sig en ættu raun ekki gera, en það er auðvitað áskilið að menn séu smokingklæddir á þessum dinner á þjóðhátíðinni og síðkjólar á konundar. Já. Það er hérna, ef að kasta upp mynd hérna sem við eigum frá gerkvöldinu. Ég sé að þeir völdu hérna bestu myndina af mér. Já, ok. Er hún orðin först á þér þessu? Þessi myndi þykja seint í kvöld. Já, ok. Við tökum þessu eins og hverju öðru kjæftsöki. Já. Ég miðaði bestu myndina af mér og svo bara fyrir það svona kolla, sko. Flottu lindin þarna á Andresi. Já, ég stefti mínum. Það voru margir sem fóru í herragarðin og náðu sér í klæðnað fyrir þetta. Já. Ég var þó að viðkenna að það er mér sífellt og síendur tekinn vonbrigði að sjá ykkur alltaf með þessar smellu slaufur. menn eiga þetta hnýta slaufurnar. Já, þú voru bara að kenna mér það. Ég skal, það er ekki margt sem ég tel mig geta lært það þér í lífunu, en ég skal læra þetta. Já, það verður það svona eitt af þessum grundvallar atriðum. Já, eitt af því fáa sem að þú við fram að færa gagnvart Gísla, þegar kennur honum að hnýta slaufu. Já, herrið. Ef ekki bara setja þessi markmið fyrir næsta ár, ég verður búin að læra að hnýta slaufu. Þessi mynd er náttúrulega, þetta er einn besta mynd sem hefur verið tekin af mér, er það ekki? Nei. Er þetta ástæðan fyrir því Gísli að þú veist alltaf í skóm með frönskum rennislás? Það er að súma. Já, við tökum þessu. Það er ekki alltaf jólin. Fyrir þá sem er að horfa á útsendinguna þá skal það tyggja fram að þetta er pappaspjald af verði eins og gólmótunu í Borgarnesi. Já, hörðu var ekki á svæðinu? Nei. Jú, hann var þannig í öllu sínu veldi. Jú, og fór mikinn, er það ekki, allt kvöldið. Jú. Afhendi verðlaun og flera til. Ef að fara stöttu við verðlaunin. Já. Við veitum alltaf verðlaun á hverju ári. Og gerum vel við þá sem að, og svona viljum viðurkenna það sem að menn er að gera í viðskiptilífinu.
Þessu sinni voru verðlaun 5 talsins. Já. Við byrjuðum á, hvaða verðlaunum byrjuðum við á? Bjartasta vonin. Já, það er svona fyrirtæki sem að við höfum miklar væntingar til. Í fyrra var það Oculus. Nei, í fyrra var það Amarok. Amarok, já, sem að í gullleitinni, Oculus árað undan. Já. Einar Stefánsson og hans fólk. Og að þessu sinni var það öflugt fyrirtæki sem að, já, er að gera ótrúlega hluti. Laxey í Vestmanni. Hvað er það að tala að útflutningsverðmæti þessara starfsemi verðum 50 eða yfir 50 miljardar á ári þegar að þetta verður komið í fulla ákast. Já, og ekki voru útflutningsverðmæti lítil í Vestmanni fyrir. Nei. Þannig að þetta verður Það ætlaði að gera með reglubundinni slátrun. Já. Á stórum fiski. Ég heyrði að þú varst mjög hrifin að því hugtaki. Hvað veistu þú í gær? Ég velti því fyrir mér hvort að þetta ætti að verða einhvern orð spursmála. Já. Reglubundnar slátranir. Já, það getur gengið. Já. Fórum næst í kaup mannársins, sem að í þessu tilfellu voru kaup mennársins. Hjónin Finnur og Sigríður sem að tók eftir því árið 2014 að það eins og við öll að það sprautaðist 50-60 gráður heitt vatn út úr Vaðlaheiðinni þegar Steingrímur Jóva byrjar á þeim gangum. Dýrasta guðubæði í heimi eins og Heiðar Guðjónsson kallaði einhvern veginn. Og þau sá þarna tækifæri og svo bara skömmu eftir að heimsfaraldrinum slótaði þá hófuðu framkvæmdir og svo sem vorið 2022 opnuðu skóaböðin. Við höfum farið þangað saman. Nokkru sinnum og áttum góða stund. Já, áttum mikla unaða stund þar saman. Og það er líka kaldabátinn. Já, og þetta hefur gengið ótrúlega vel hjá þeim og þau eru í stækkunarfasa núna, þá byggja hótel líka, það vantar hótelgistingu í Eyjafjörð. Þetta er fólk sem var í öflugum fyrirtækjarekstri. Það sá tækifæri, þau veðsettu allt sem þau áttu, þau lögðu allt undir. Hentu eldhúsvaskinum bara undir sko. Þetta var ótrúlegt og þau eru núna með þessari uppbyggingu að skapa 100 beinna og óbeinna starfa í Eyjafirði. Ef að allir hugsuðu öðruvís en þau, eða það að segja, ef flestir hugsa öðruvís en þau og ef að þau hefðu ekki verið þannig stað þá er eins líklegt að þetta 50 gráðu heita vatn væri enn flæðandi, óskert og óheft bara út í Eyjafjörðin að hita þar upp og valdandi loftslagsbreytingum og súrnum sjávar og ég veit ekki hvað. Þannig að þetta er bara, þau eru mjög vel að þessu komin. Heldur betur. Mjög skemmtileg sagan að finni, ef ekki segja hana, hann sefur náttúrulega bara eins og þú sagðir 6 nætur í viku. Já, þetta er allt náttúrulegt baðlónið, þannig að einu sinni í viku þarf að tæma það og það þarf að þrífa það hvern einasta sentimeter með háþrýstdælu til þess að halda gæðunum á vatninu eins og þau vilja hafa það og þá er það gert hvort að það sé aðfarnum sunnudags eða mándags ég man það nú ekki alveg og það eru nokkrir menn sem þurfa að taka alla nóttina í þetta og í stað þess að vera bara með einhverja verkamenn í þessu sem að Finnur gæti sannlega gert að þá sleppir hann því að sofa eina nótt í viku og tekur þennan slag til viðbótar við allar aðrar skyldur sem hann hefur að sinna. Já. Og svona verða verðmætin til, svona verða fyrirtækin til. Þetta er ekki eins og sumir á vinstri kantinum halda að ef þú bara stofnar kennitölu hjá skattinum að þá byrji að flæða peningar inn á reikninga án nokkurar fyrirhafnar. Og þú stofnar kennitölu hjá skattinum það getur stiftir inn í EHF-gatið og snar aukast á kostnað samborgaraðina yfir nótt. Já, og einhvern veginn verður sjálfkrafa þáttakandi í einhverjum undanskotum. Já, mikið rosalega er þetta gott kjöt. Já. Mikið rosalega verið gaman fyrir búlísvin okkar sem eru tættumenn að baka okkar að borða, fá bara kalda steik og eftir, horfa á þetta núna í 2 tíma og... Það er ekkert mála að hitta þetta upp, ég fer með þetta í sánuna og svo kalla ég á þá. Hún er 100 gráður. Það eru samfélagsverðlaun, það var Íslandsbanki í ár. Í fyrra afhentu við, Höldur fekk samfélagsverðlaun í fyrra, Bílar Akureyrar fyrir öflugan stuðning við íþróttafélög í landinu. Íslandsbanki fekk það í ár. Fyrir marathónið, það er búið að standa bakhjarl Reykjavík marathónsins. Sem var nú það 40. í fyrra? Já, og þeir hafa verið bakhjarl þarna í áratugi og það er ekki síst þessi áheitasöfnur sem að hefur orðið bara svo merkilega og mikilvæg sprungið út er stærsta tekjuöflunarleið margra góðgerðarfélaga í landinu
Hvað söfnuðust í fyrir 330 milljónir? Já, mér finnir það, þetta er komið yfir 2 milljarða síðan það hófst. Ég þetta vissi ekki fyrir inn í gær að það var Birna Einarsdóttir sem kom með þessu hugmynd áhættusöfnunina áður en að hún var bankastjóri. Nú var það? Já. Þegar hún var framkvæmdastjóri einstaklingsfyrirtæki. Ég maður ekki nákvæmlega. Birna frábær. Þannig að hún á mikið lof skilur fyrir það. Já, ég hljóp 2 Reykjavík marathon. Já. Heil. Já. Heil. Akkur að hlaupa hálft, þú getur hlaupið heilt. Frábær spurning, ég hef bara ekki hálft, ég skal játa það. Segðu okkur eitthvað meira hvernig við getum snúið þessu upp á þig. Já, dettur mér þá í hug lýsing af ægisíðunni í einu hlaupinu. En þetta er mikil upplifun að hlaupa Reykjavík marathon. Ég hef auðvitað hlaupið líka marathon erlendis í stórborgum þar sem er stuðningur alla leiðina, en við erum auðvitað svo fá og leiðin er svo löng, þetta eru 42.000 metrar. Þannig að á löngum köflum er maður einn með sjálfum sér algjörlega að drepast. Er þetta ekki cirka eftir svona 35 kilometra sem þetta er erfiðast? Það er misjant, þú veist, ef þú tognar í rassi eftir 10 kilometra þá er það bara strax erfitt, skilur en veggurinn sem að menn er að lenda á er gjarnan svona frá 27. upp í 35 kilometra. Ertu að tala um marathon eða þáttum ótníu? Já, það er nú bara eins og að keyra á vegg ekki að lenda á vegg. Nei, þetta er slá hausnum í vegg það sem er nagli. Nei, þetta er bara frábært verkefni hjá Íslandsbanki vel að þessu komið. Íslandsbanki, já, þetta er margt annað öflugt sem þau hafa gert á síðustu árum sem var hægt að tiltaka en þetta var flott og Jón Guðni Ómarsson, bankastjóri fluttið þarna góða ræðu. Marathonræðu þetta. Komið hugmynd að kampænsmarathoni sem sýndist þú nú taka ákvæmt í? Já, það eru haldin slík marathon auðvitað erlendis í Champagne og auðvitað rauðvínsmarathon í Bordeaux. Hérna væri það alveg ágætt. Spurning hvort að við myndum hafa þetta þjóðlegra. Já. Mjöð og hrúðspunga marathon. Það er hugmynd. Viðskipti ársins, Salan og Öskju. Salan og Öskju, það var Nost fyrirtæki sem keypti þetta ekki. Jó, nú skal ég játa að ég þekki þau viðskipti ekki í þaula en það var eftir þessu tekið. Já. Ekki satt. Innstein kaupir þetta á og kaupir Öskju og dótturfélög þess. Náttúrulega með umbúið fyrir Mercedes-Benz og Kia og önnur fyrirtæki geta ekki höllin á fleira. Þetta er ekki svona hefðbundin erlend fjárfesting að kaupa íslenskt bílám. Þannig að þetta er merkilegt. Það er það sem að kannski áhugavert við þetta að þetta eru, þú veist, ég skal bara viðurkenna það reyndar, það var pínu erfitt að velja viðskipti ársins. Þetta er ekki búið að vera mjög svona, það er ekki búið að vera stórir dílar þessu ári. Nei, það er búið að vera þungt í þessu. Það er náttúrulega bara, fjármagnskostnaðurinn í kerfinu hefur náttúrulega bara svolítið haldið aftur að öllu saman og maður ímyndað sér að margir sem svona kannski að sitja á sér og bíða þar til að kjörin batni og við sáum núna í vikunni að við erum á leiðin í þá átt en reyndar ekki á góðu. Hjörleifur Jakobsson stjórnarformaður og einn af aðaleigendum félagsins, hann flutti þarna mjög góða ræðu, fór vítt og breytt yfir sviðið, rætti eðli fyrirtækisins og það væri óvenjulegt að erlendur aðlar sæktust eftir fyrirtæki sem væri í svona slassemi en það gekk vel þeir og benti líka á það að Askja var eina bílaumbúði sem ekki fór í gegnum þvottavél bankana eftir bankarunnið og reyndist þeim auðvitað þungur baki þegar uppi á staðu og reynda mörg af þeim fyrirtækjum sem að héldu sér á floti í gegnum hrunnið þurftu svo að súpa segðu af því í samkeppni við þá sem að fengu mikla niðurfellingu skulda og annað. Og hann fór yfir þetta og svo Jón Trausti Ólafsson, þetta forstjóri sem að er núna orðin komin í stjórn þetta teimi þessa alþjóðlega fyrirtækis. Hann lagði þetta orðið í belg líka og þetta var bara mjög ánægilegt. Síðan voru það heiðursvelunin. Það var þau voru ekki að vera í kantinum í ár. Nei, þau hafa áður fallið í skaut mjög öflugra manna. Fyrst Jóns Sigurssonar forstjóri Össurar, fyrsta árið sem við heldum þessa hátíð og svo í fyrra Grímur Sæmundsen sem er auðvitað einhver öflugasti viðskiptamaður landsins búin að byggja upp Bláa lónið með harðri hendi en hann hefur ekki
Hann heldur ekki slegið slöku við sá sem fekk velunin í ár. Nei. Það er Þorsteinn Már Baldvinsson. Já, fórstjóri Samherja. Stofnandi og fyrrandi fórstjóri Samherja. Sem var litastörfum í ár eftir rúmlega 40 ára starf. Já, litastörfum núna bara í mæ, eða var það júní? Það var í júní sem hann litastörfum og svo reyndar fáið það fréttir í dag að frændans Kristján Vilhelmsson sem hefur verið framkvæmdastjóri útgerðarsviðs en það voru þetta þeir þrír sem stofnuðu Samherja saman, Þorsteinn Már, Kristján Vilhelmsson og Þorsteinn bróðir Kristjáns Vilhelmsson, og þeir stofnaði þetta fyrirtæki saman 1983 og hefur gustað það í gegnum tíðina og verið mikill sláttur í þeim og eins og búin að byggja upp bara líklega verðmætasta sjávarútvegsfyrirtæki landsins. Já, það sem að þetta fyrirtæki hefur líka gert er það að fjárfestingarnar í landvislinu og í tækninni hefur runni bara gert Ísland að sett Ísland í farabrátt tæknithráunar í sjávarútvegi. Það er ekki síst fyrir þeirra sakir og þannig þetta hélt skemmtilega ræðu og leiti yfir einn og en þó hann sé hættur sem forstjóri núna, hann er nú ekki hættur að vinna Nei. Það fyndi eins og með hann og vantilega Kristján núna ég meina hvað þeir eru ekki að fara bara alfred.is og leita sér að vinnu Nei, þú kallaði hann nú atvinnulausan á Björkvölduna fyrir það sári en eftir því sem best við þá var hann að vera Þorsteinn Már væri bara að mæla göturnar Ég held að sé að sækjum sér ræstitæknir hjá Allotek það er reynsum pollana þarna í hlýðarframleiðslunni reynsum kámið þarna í Vestmiðjunni sem að bandaríska lifi eftirliti raka augun í Nei, hann er náttúrulega Þorsteinn er núna fiskeldi sem er að byggja upp á Reykjanesi hann er svolítið að stýra því verkefni að mörguleiti þeir stjórnarformaði þar og hann er auðvitað ennþá í síldavinnslunni líka þannig að Við þurfum að fá hann aftur í þátt hann kom inn í þáttum við 207 ég maður þetta einhverju hluti að veita mjög vel og það kannski komið tíma það bara að fá hann aftur og bara að sé við hlutina Mér heyrist hann og opna það í ræðunni í gera Já, hann sagði það, þetta kíkja tíðin fljótlega, hann spurði hvort hann sé til að vera mynd örglega Ótrúlegt hvað Þorsteinn Már hefur komið miklu í verk bara síðasta áratugin 2 miðað við þær ofsóknir sem hann hefur sætt af hálfu ýmis aðla Máskuðumissonar og Seðlabankans auðvitað á sín tíma Ríkisútvarpsins alveg út í eitt og saksóknara og skattayfirvald og hvað þetta hefur verið. Hann hefur ekki látið það stoppa sig þó að maður geti rétt ímyndað sér að þetta hafi haft áhrif á hann persónlega eins og fólki í kringum hann og það er svona lýsandi nú erum við að horfa þessar afhjúpanir á ógeðfelldri starfsemi BBC í Bretlandi þar sem að menn hallar réttu máli og eru bara í lega áróðri út í eitt og fólk bara trúir því ekki að stofnun eins og BBC segir bara blákalt og vitandi vits ósatt í einhverju áróðustriði og er að taka hlutin úr samingi til að teikna upp eitthvað narratív sem að er rangt og það er nákvæmlega það sem að Ríkisútvarpið hefur marg ítrekað orðið upp í stað í samskiptum við Samherja og starfsmenn fyrirtækisins og bara dæmið áróðusruglið og yfirgangin allt á kostnað skattgreiðenda var í liðinni viku þegar að það voru nú stórtíðindi af erfiðleikum okkar sem að Evrópusambandið er að leiða yfir okkur vegna tollamála og tollastríð sem að eru efna við til gagnvart okkur að þá er fyrsta frétt í kvöldfréttum RÚV samantekt Helga Seljans sem að hefur verið með Samherja og Þorsteinn Má heilanum í síðasta áratugin heilöng frétt það að þennan tiltekna dag sé 6 ára afmæli Namibíu rannsóknarinnar á Samherja og ég spyr bara í fullri ára og bið bara hlustendur að velta því fyrir sér eiga lögreglu rannsóknir afmæli ég myndi nú vilja sjá leiðbeiningabækling Reykjavíkurborgar það hvernig eigi að halda slík afmæli hvaða litapalettu megi notast við og hverju megi bjóða og annaði þeimdur þessi handbók getur ekki komin og snemma út sko Hélt Helgi Seljan þetta afmæli í skopp eða hvers konar djöfulsins rugl er þetta þetta er orðið svo yfirgengilegt og ég held að þetta BBC-mál núna að fólk fara að sjá þennan áróður í réttara ljósi og að fólk muni gera eins og í Bretlandi spyrnaði fótum og segja mínir peningar með góðu eða illu fara ekki í
vinnubrögð af þessu tagi. Sko í Breitlandi eru einhverju sem eru hættir að borga útvarpsgjaldið. Já. Þú veist, en þú náttúrulega hefur ekkert varað það hér, það er bara, þú veist, þetta er bara gert samlega skattauppgjöri. Þér bara stungið í fangelsi ef þú borgar það ekki. Já, menn þú getur ekki borgað það, því að sko, þetta er bara, eins og segja, þetta er bara gert upp. Já, þetta er bara dreigað laununum. Já, og bara, fer bara með álendingaseðli. Þetta er nefnskatturinn sem að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, þá var þetta menntamálaráð þar að koma á. Já. Verður algjört illvirki gagnvart almenningi í landinu. En þetta er auðvitað bara einn annar skattur, þetta er bara svo tryggingagjald eða hvað sem sko. Þetta fer bara allt í sömu hítina, Það mætti þess að breyta því hvernig hann innheimtur. Nei, bara til að bæta aðeins við með það sem varst að segja með RÚV, Stefán, sko. Ég held, sko, þetta er engin tilviljun, sko, hvernig menn eru að bera hlutina á borð þar. Helgi Seljan, hann fengið hann inn í byrjun þess árs, Ingi Freyr Viljámsson fengið á síðast ári. Ég held að Stefán Eiríksson viti nákvæmlega hvað hann að fá þegar hann fær þessa mennin. Þeir eru með þetta fyrirtæki Samherja á heilanum. Þannig að það að sko fréttastofan taki þessa 2 menn inn, þá er alveg verið að panta ákvæmna vöru og þeir eru auðvitað að afhenda hana. En það er auðvitað Ríkisútvarpið komið mjög langt út í ána, geta sennilega ekki snúið, þeir þurfa bara að halda áfram. Þeir halda áfram, Byrlunamálið, Páli Steingrímssyni og allt þetta er þetta ángi af þessu sama máli. Þetta er orðin algjörlega eituru stemning, algjörlega þetta er orðið bara eins og í einhverju mafíustarfsemi og það er fyrir lögreglustjórinn í Reykjavík sem að fer fyrir stofnunni og svarar engu og lætur eins og að þetta koma ekki við en auðvitað gerir það og þetta kemur líka stjórninni við og þessi mál hafi ekki verið rætt þar vegna þess að þessi vinnubrögð sem að núna er að afhjúpast þau eru ógn við tilvist RÚV og sama tíma og þessi vinnubrögð eru að mestu látin ótalin þá er það þannig að á hverju ári, nánast á hverju ári, Ríkisútvarpið ekki með halla og því er bættur þessi halli með einu öðru móti annarkot þannig að þeir fá að selja lóðir í kringum húsnæðisitt í Efstaleiti eða þá að það er á hverju ári verið að pumpa upp fjárframlögin til stofnunarinnar. Þannig að á næsta ári verða rúmir 7 milljarðar teknir af skattfé, 7.000 milljónir til þess að reka þetta drasl og það er á sama tíma og ýmsar aðrar stofnanir berjast í bökkum og fá aldrei þessa meðferð. Ég nefni bara landhelgisgæsluna sem er ekki bara að geta landhelgina, þetta er líka að geta öryggi, haldandi út í þyrlusveit þess að koma fólki í nauð til aðstóðar. Við höfum nefnt þennan niðurskur sem er yfirvofandi eitthvað ljósinu, endurhæfingarmiðstöð krabbameinssjúkra, SÁÁ sem er að aðstóða áfengissjúklinga við að ná tökum á sínu lífi. Þetta er allt aðlar sem er í fullkomnu uppnámi. Er Ríkisútvarpið með þessa mafíu að berja hér á arbærum og öflugu fyrirtækjum og eigandum þeirra, það er gefið í. Já, ég held sko að aukning fjárframlaga til Ríkisútvarpsins á næsta ári sé töluvert meiri heldur en til dæmis það sem er skorið niður til ljóssins sem að hérna er samtök sem að skipta miklu máli fyrir krabbameinssjúklinga. Þannig að forgangsröðunin er kolröng. Það var einn góð maður sem vakti athygli mín á það er oft svona litlar birtingamyndir sem segja mikið fjárausturinn á stofnana og það var eitt félagi sem að myndi mig á það, ég hef nú komið nokkru sinnum í viðtöl þarna í Kastljósi og Silfru og annað og í útsendingarrýminu eða í stúdíóinu er alltaf einn maður sem stendur á kantinu með vaskönnu tilbúinn til að fylla á glösin hjá viðmælendum og þáttastjórnendum þegar eru auglýsingarljóðanað. Þannig að það er til slíkur peningur til þess að ausa úr og í allar áttir að það er einn vassberi fyrir hver útsendingu. Nó til og meira frammi. Ég vil að Styrmir standi hér á fullu launum, haldanda Brunello flöskunni. Ég bið eftir því að geta fyllt á glösum mér. Já, það þurfum að fá fleiri í þjóðmálastofuna til að vera með það gangandi. Já, fjármagna vínhellaran. Talandi það, við ekki að minna fólk á þjóðmálastofuna. Kíkir á þjóðmál.is, skása þær í þjóðmálastofuna. Það er lítið mál. Þeir sem eru þar skráðir fengu þetta post vikunni þar sem voru myndir á þetta fyrirnefnda gólmót. Já, akkurat. Og fleiri atriði sem snúað viðburða haldi þjóðmála. Já. Þeir munu fá líka forskot á sæluna þegar salan á viðburðin í Borgarleikhúsinu hefst. Áramótabomban sem að verður 30. desember 14. februar. Nú, það var ekki búið að 30. des eins og ég fyrra. Takk í daginn frá.
Herðu, við ætlum bara að ræða alls konar önnur mál. Það eins og við náttúrulega fjöllum hér daginn að þá vissum við það að hátíðarkvöld þjóðmála yrði haldið daginn eftir vaxtaákvörðun Seðlabankans. Þeir sem hafa fylgst með fréttum í vikunni sáu það að Seðlabankinn þetta lækkaði sína vexti 25 púnta. Markaðsaðilar voru búnir að spá óbreyttum vöxtum. Þórður Pálsson, efnahagsráðgjafi þjóðmála, hann spáði 25 púnta lækkun. Hann sagði 50 púntar eða ekki? Já, hann spáði lækkun og talaði síðan 25-50 púnta. Já. Og ég svona ákvað að fara bara hans svona ráðgjöf og setti á Epicbet. Settir á það? Já. Það sjáðu það bara, ég breytti 1 yfir í 2. Vel gert. Já, rúmlega það. 2,3 reyndar. Já. Þannig að 25 púnta lækkun. Sko, ég veit að voru margir sem að stöðullin var samt hann var alltaf lægstur á óbreyttu vexti, þannig að fólk að gera ráð fyrir óbreyttu vöxtum. Þetta var alla greiningardeildirnar heldur að það eru óbreyttu vextir því að það er náttúrulega bara að horfa á hvernig Seðlabankinn horfir á þetta. Þeir eru að horfa á okkur svona 3 mánaða verðbólgu, 6 mánaða verðbólgu og raunvexti til skamms tíma og svona samkvæmt því hefði Seðlabankinn átt að halda vöxtunum óbreyttum svona með að hvernig hafa gert þetta hingað til en hins vegar bara hafa slík áföll duðnið á efnahagslífinu á síðustu 2-3 mánuðum og að þeir ákváðu í þetta skiptið að vera framsýnir og taka vextina niður. Við erum með Play, við erum með Elkem, Grundartangi, Norðurál, já. Þannig að vöru útflutningur mun fyrir að dragast saman á næsta ári sem nú kannski ekki það sem að menn lögðu upp með fyrir hálfu ári síðan. En enga síður, þetta ennþá ansi háir vextir, 7,25. Já, heldur betur. Þetta háir vextir en eins og Anna Hrefna Ingimundóttir, aðstofnframkvæmdastjóri og fórstuðumöður efnahagsins SA, hún ætla að benda á það svo sem er rétt að þessi vaxtalækkun var auðvitað ekki komin til á góðu, menn að það er þessi samdráttur sem þú nefnir í útflutningstekjum. Þannig að, og það eru, ég meina, síðan samhliða þessu eru auðvitað birt peningamál á miðvikudaginn og það auðvitað kemur fram að það eru svona verstandi horfur framöndan. Við höfum fjallað svolítið hér og munum auðvitað gera áfram. Þetta er bara svolítið staðan í hagkerfinu. Það er ekkert. Já, svo við höfum aðeins verið að grínast með Kristrúnar Frostavetur mikla. Já, en hann er að bresta á. Það kannski er ekkert svo mikið grínleikur. Já, nei, hann er að bresta á og svo líka er nánast sagt beinum orðum í yfirlýsingu peningastefnunefndar að þessi vaxtadómur hann hafi haft slæm áhrif á lánskjör á fasteignamarkaði. Sem hann hefur þetta gert. Hann hefur gert það. Hefur skála fyrir Breka Karlssyni og því mikla afreki að breyta neytendasamtökunum í gjöreyðingasamtök gegn neytendum. Engu neytendasamtökum tekist að botnfrjósa heila fasteignamarkað í óvitaskap. Var þetta ekki kallað Breka-kreppan? Bara kemur í fjölmiðla og segir bara allsherjar sigur fyrir neytendur. Í hverju felst það? Já, það bara fasteignamarkaðurinn var tekin úr sambandi. Bankandi bregðast eðlilega við með því að kippa hinum ólöglegu lánum út úr vörúralunum frá sér og þá kemur Breki og segir ég skil ekki til bönkunum að hafa kiftað sér höndum varðandi þessi lán. Hvernig eiga menn að bregðast við svona? Hann segir það er ekkit í dómnum sem að leiðbendi bönkunum í þá átt að gera þetta. Nei, en þú veist ef það er búið að banna þeim að veita lán og vera með vaxtaálag sem er bara algjörlega hefðbundið í allri Evrópu. Það er semst búið að banna þetta viðmið sem að tíðkast allan heim og þá þurfa menn þetta bara að bregðast til því og verja sinna áhættu með öðrum hætti. Benedikt Gíslason, forstjóri Arion banka, hann mætti viðtal til mín í spursmál fyrir viku síðan og hann bent á það að þeir hefðu endurskoðað þetta og komið með nýjar útfærslur á markaðend, nýjar vörur fyrir fólk til þess að fjármagna húsnæði sitt og þær væri í fyrsta lagi færri, þannig að úrval þeirra kosta sem fólk hefur eru færri og í öðru lagi að þá er afborgunin af þessum kostum 10-20% herri heldur en þeim kostum sem voru í boði áður sem þýðir einfallega þetta. Neytendasamtökin fór í mál og hafa valdið því að núna er 10-20% erfiðara að eignast húsnæði, ekki síst fyrir fyrstu kaupendur, heldur en var fyrir þetta brölt. Og ég segi, einhver tíman hefðu menn nú sagt af sér
fyrir svona lagað. Hvar Ólafur Arnarsson á Citroen kaktusnum? Já. Neytenda sko, öðru við sem áður bráð að neytenda samtökin vinni hörðu höndum því að gera hag neytenda síðri. Það það sem að gerast núna. Hvað heitir ekki hvað heitir barinn þetta með spilakostum, ekki Mónakó? Látt ekki svo, þú ert alltaf þarna. Alltaf finnir Óla Arnarsson þar eða? Við sóttum það á Mónakó í gærkvöldi sko. Hann og Helga Magg þeir voru að reyna að vinna upp fyrir öllu tapinu af fallið fréttablasins. Já. En þetta er bara alvarlegt mál og ekki gott. Seðlabanki reyndi síðan einhvern veginn að þetta snýra því að viðmiðin sem bankarnir hafa sett það hvernig þeir ákvarða breytilega vexti þau eru dæmd ólöglega. Það er sagt þetta er ekki nóg skýrt, þetta er flókið fyrir neytendur. Þannig að þá kemur Seðlabankinn og segir við skulum koma með útlistun eða svona benchmark á þetta fyrir ykkur. Og við byggumst nú við því upp á blaði að þetta einhver stór tíðindi og menn voru alveg í starttólunum þegar Seðlabankinn tilkynnti þetta held ég síðdegis á föstudegi svo birtir Seðlabankinn þetta og þetta er bara flóknasta Excel-skjal sem sögur fara af það er engin leið að skilja þetta og algjörlega útilokað almennu neytandi geti það en það sagði Benedikt Gíslason í þessu fyrrnefnda viðtali já, nei, við höfum bara ákveðið að nýta okkur ekki þetta við við ætlum bara að gera eitthvað allt annað. Mjög kurteislega til að segja það. En næsta ákvörðun er ekki fyrir í febrúar? Nei. Þeir getur þetta tekið ákvörðun fyrr. Það gerist í COVID að menn letu afbrigða og bara kynntu vaxtabreitingar en næsti boðaði vaxtaákvörðunarfundur í febrúar og eins og við vorum að ræða með hagkerfið og það er kannski ekki síst viðbragð stjórnvald eða hvernig forsætisráðherrann og aðri leiðtogar ríkisstjórnar að tala og hvernig þau einhvern veginn láta sér það í léttu rúmi liggja öll þessi rauðu og gulu ljós sem er að byrtast í sjóndeldarhingin í hagkerfinu. Skeytingaleysi, nákvæmlega orðið. Það er það sem veldur manni mest ugg því að það gefur til kynna að það verði ekki brugðist við með einum eða neinum hætti til þess að milda höggið eða til þess að finna leiðir til þess að örva hagkerfi þar sem að það er að kólna of og annað þeimdur og þetta flestar vaxtalækkanir sem við erum að horfa upp á í heiminum í dag allavega í Evrópu eru að koma til vegna þess að menn eru að horfa upp á ofmikla kólnun í hagkerfum þannig að þegar Evrópu sinnandi koma að segja sjáu þið og getur það eru 0% vextir í Svíþjóð eða 0% vextir hér það er rauða flaggið sko. Þegar menn eru með oflága vexti þá er þetta margs og það að hagkerfin séu að ströggla. Já, það er ekki heilbrigðismerki á hagkerfi að það séu lágur eða neikvæði vextir. Neikvæði vextir eru veikleikamerki. Bara eins og þetta hefur verið lengi vel í mörgum Evrópuríkjum, eins og í Frakklandi, það hefur ekki verið hagvöxtuðar í 20 ár. Nokkuð neginn, sko, þannig að Nei, Örn var að lýsa hérna í, hvað það síðustu viku að Örnsson, já, viðskiptablaðinu, þjóðmálasonur að við getum auðvitað orðið eins og Frakkland sko áðans að fyrir Evrópusambandið bara með þá stefnum sem við erum að kera núna þannig að við erum að vera það bæði í innflytjendamálum og í efnahagsmálum þannig að þetta er allt að koma hver vill ekki vera svo Frakkland í þeim efnum síðan voru þetta, við erum aðeins búin að koma inn á þess að tolla ákvörðun Evrópusambandið kísilmálminn það sem þetta hefur vakið athygli í vikunni svolítið kannski þessi slöku viðbröður ríkisstjórnarinnar einhverju voru nú að leika sér með þessa mynd sem við sjáum hér sko nýtt slagur Viðreisnar þau hafa verið að vinna með sko almannahagsmunir ekki sérhagsmunir hérna síðust ár en eru búin að bæta við núna og alls ekki íslenskir hagsmunir Þetta voru gárungarnir Gárungarnir voru með þetta bara alls ekki ekki út enn kringust en þetta kannski lýsir ágætlega stöðinni Það var alltaf rosalega að horfa á Hönnukatrinu í Kastljósinu hérna okkar góða ríkisútvarpi hér í fyrir vikunni maður svona þvælir sér stundum í gegnum það sem að hún bara, þú veist, það var oft gengið á hana bara hérna er þetta ekki ofbeldi og fantaskapur af hálfu Evrópusambandsins hún var ekki tilbúin að taka undir það hún sagði einfallega að hún hefði ákveðin skilning á því að það gripu til þessar aðgerða þetta er óindis úrræði hvað heitir hann Helgi Björgvinsson þingmaður Viðreisnar sem er í 5 ára leiði frá borginni nei, hann heitir Eiríkur Björn Björgvinsson hann skrifaði með svipuðum hætti á Viðreisnar að þetta væri bara fullkomlega eðlilegt að Evrópusambandið væri að verja sinni hagsmuni Þetta er svona Stockholm-syndrom eða ekki elska kvalara sinn Hildur Sverrisdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins benti á það í grein í vikunni að sko hagsmuni Evrópusambandsins í kísilframleiðslu eru ekki það miklir þú veist það eru hvað held ég að séu ég man ekki tölun nákvæmlega ég er ekki myndur fram með
Það held ég 800 mann sem vinna við þetta eða eitthvað slúðis. Held sér 800 mann sem vinna 800 manns, já. Og þeir flytja inn 75% af því kísiljárni sem Já, þetta væri sem svo Ísland myndi leggja á tolla til að verja 1,5 stöðugildi. Já. Þú veist, hagsmunir ekki meira það, sko. Nei. Já, hins vegar vinna 180 manns á, hjá Elkem, á Grundartanga, þannig að þetta er miklu starra mál fyrir okkur heldur en meginland. Það sem að manni finnst eiginlega óþægilegast í þessu svo staðreind að Þorgerður Katrín og Kristrún Frostadóttir og Hanna Katrín og þetta fólk alls saman það dreymir að koma okkur inn í Evrópusambandið. Þau eru algjörlega sannfærð það hvað sem veldur því að við að ganga þar inn og þá kann að vera að það séu bara meira hagsmunir minni að beygja svo bugta út á svona afmarkaðar ákvörðun til þess að liðka fyrir inngöngu og fá gott veður og þetta það allavega læðist aðmannis á grunur að þessi hóli hljómur sem maður skynjar í hagsmunagæslunni sé einmitt komin til að því. Allar þjóðir sem verða fyrir svona þetta er þvingunaraðgerð af þeirra hálfu, bregðast ókvæða við, nota stór orð til að láta viðsemjendan átta sig á því að þessu verði ekki tekið þegjandi. Þau skoðið orðræðuna hjá forystumönnum ríkisstjórnarinnar í þessum málum, að þá alltaf verið að tala við erum í þéttu samtali, við höfum áhyggjur af þessu, þetta óheppilegt. Heyrðu, þetta eru bara ekki réttu orðin til að nota yfir þetta. Kristrún Frostadóttir á eitthvað samtal við von der Leyen úr stjórnarráðinu. Hvaða orðætlun hafi notað þetta? Já, hún segir sko í Facebook-status að von der Leyen hefði sagt við sig að aðgerðna væri ekki sérsta tilvik, ekki fordæmisgefandi fyrir aðra ákvarðanir og snýrist í raun ekki EES-samninginn. Hún svolítið eins og von der Leyen sem segja við hana, herðu, sorry, þetta smá vesen, við lofum að gera þetta ekki aftur. Herru, ég bara veit ekki hvað hljópa í mig. Ég lofa að þetta gerist aldrei aftur. Það fá eflaust ykkur hrótlegir heyra þessi orð. En það Eitt dag mun ESB segja bara, af hverju lestum við gera þetta? Sjáðu hvað lestum við gera. Hvernig getur þetta ekki verið fordæmisgefandi? Ef þú tekur eina vöru, eina framleiðslulínu, út fyrir sig og segja, já, við þurfum að verja þetta hérna. Hvað ef þið þurfa næst að verja bara fisk eða eitthvað annað sem að vera með ál þessuna? En að sjálfsögðu þetta fordæmisgefandi. Þetta bara þvæla og þetta svona hluta þessari narratífi sem sífellt verið að teikna upp, bara tóm þvæla. Auðvitað stór hætt á því að Evrópusambandi gangi á lagið ef þið sjá að við bregðumst ekki við minninum hætti og það svona gagnkvæmnisrök sem gilda í svona löguðu. Ef að Evrópusambandið ákveður að setja þessa tolla á til að verja þessa tilteknu framleiðslu hjá sér, þá eigum við á móti að finna þá vöru sem að við getum varið og leggja kvaðir á þá. Við höfum að láta á finna að þetta það? Eigum við að svara þessu? Já, við höfum að svara því og svo bara sagt, leið og þið sjáuð að ykkur, þá munum við að sjálfsögðu hverfa frá þessu. Það ekki, vegna þess að ef við gerum það ekki, ef þið sjáum við limpus niður og segjum, við höfum áhyggjur af þessu, þetta alveg ægilegt, við erum í þéttu samtali, við erum að reyna við höfum unni hér áfangasigur með því að fresta gildistökunni, öll þessi rugl umræða. Allir Kristrún hafa sagt að viltu lofa að gera þetta ekki aftur? Ef þau komast upp með þetta einu sinni, þá gangur það lagið. Þessi ljósmynd þarna sem var birt af henni á forsætisráðarann í alvörunni í svona í samtali við Ursula von der Leyen bara á FaceTime. Við vitum það ekki af því að þessi mynd bara barst frá stjórnarráðinu. Hvað stendur á það? Getið þið snúið myndinu við það? Er það hægt? Sko við erum fyrir það sem að horfa þá erum við að horfa á mynd sem að Kristrún Frostadóttir birti bara á Facebook síðan. Stendur keks? Hún bara ekki innkauparlista. Kók? Keks? Brját. EES. Fetaostur. Hún að vinna innkauparlista. 12 dósir af fetaost. Það matabóð í kvöld. Þetta þetta lampagasalat að neðast eða? Það mér sýnist það. Já, hún bara að tala um mannin og bara þurfa að fara yfir. Nei, þetta stendur keks eða ekki? Nei, það stendur K og kól og svo stendur EES samningurinn. Brjóta prinsip. Nei, Brjóta samning, getur það verið? Brjóta samning, getur verið, já. Og svo svo skástrykki 1, 2, 3. Eigum við ekki bara senda á forstöðundur og fá bara í kraftu upplýsingalega að vita hvað stendur á þessu minnisblaði. Fá þetta afhent leið. Við stættum ekki bara núna
1, 2 og 3 Jú, kannski Þetta allt sundurlaust Já. En þetta eru gagliða nótur sem að hafa örgulega nýst vel í þessu samtali. augljóslega. Já. En sko, fyrir það sem er að horfa, þá erum við að byrta eins og sé, mynd sem var byrta á Facebook-síðu forsætisráðherra í gær. Til að sína hvað hún duguleg og það verður örugglega ekkert áttið þessa mynd neitt, hún bara tekin örugglega bara í miðju samtali og bara hent út. Já, þetta að sko, alla myndir af stjórnmálamönnum í dag eru teknar af aðstofamönnum, ekki satt? Jú, þú veist, þetta náttúrulega sko, djókurinn í þessu sá sko að meira svo illa og jökulsinni opið sko. Ég líka spyr með einu bara svona út frá narratífinu, séu líkla borða þarna beint fyrir framann. Ætti ekki að vera skjár þarna? þar sem að myndavélin er tekin. Hvað er skjárin? Svo er handtaskan þarna í stólnum fyrir aftan, er þetta Louis Vuitton taska? Þetta er nú eitthvað fyrir jafnaðarmennina. Það er engin tölva sannast, þetta segja það? Nei, er þetta fake news? Ég held að sjálfsögur engin tölva, eða allavega engin skjár. Erum að pikka en Facebook statusin á þess að vera með skjá? Já, og er þetta þráðlaust, nei við sjáum ekki, er þetta þráðlaust lyklaborð, ég er ekki svo sem viss. Já, sem þetta þráðlaust. Greining þjóðmála fyrir bara yfir þessa mynd. Fagna þó íslenska fánanum þarna í horninu og ekki þykir við síður að sjá þetta undurfagra málverk eftir Guðmundu Andrésdóttur sem að gengur þarna upp úr kollinum á forsætisráðherranum og samlagast liðunum í hárinu. Já. En sko talandi þessa skrifstofu þetta var svolítið lengi að registrera hjá mér en talandi þessa skrifstofu forsætisráðherra þá heyrði ég þá sögu að þegar Sigmundur Davíð tók við þessu embætti 2013 kom inn á skrifstofunni í fyrsta skipti með sínum ráðgjöfum og samstarfsmönnum og það sko viðskilnaðurinn á salerninu sem er engasalindi forsætisráðherra var skelfilegu víst. Ég ætla ekki að fara út í lýsingarnar en þetta var hörmulega aðkoma. Það hefur komið fram opinberlega að það hefði verið alveg ógurlegt bremsufar í skálinni. Já. Hversu lengi það hefði verið þar, það veit nú enginn. Stóru málin. Og það er ekki vita hvort þetta var Jóhanna eða eiginmaður borgarstjóra sko. Það er spurning hver það var. Aðstofan hafa verið að nota í klostið. Hrannar B. Arnarsson. Hrannar Bjarnason, já, hann hlýtur að með að nota það. En þetta er eina af ráðgáttum 21. aldarinnar. Já, nú er ég bara sem stjórnandi þess að þetta að reyna að meta hvernig við fórum frá því að tala um kísilmamma og Viðbjörg Vígstöðan ég þetta bremsu fara á engaklósti forsætisráðherra. Svona er þetta bara. Þáverandi. En já, svona getur umræðan að fara í allar áttir. Getum við aðeins summað inn á úrið sem hún er með? Já. Hvað heldur sem þetta? Já, við þurfum að senda þetta í greiningu. Ég er ekki... Gott útvarp. Sko, ólinn er nú ekki vegleg. Þetta er ekki eins og okkur... Nei, við skulum að skoða þetta. Ég sendi þetta í greiningu hjá úrasérfræðingi. Við skulum að koma með þetta hreint. Já. Það er alltaf gaman af jafnaðarmönnunum. Við höfum nú oft rætt þetta, sérstaklega áhuga Kristrúnar á Finn Júl húsgögnum. Þessi stólarnir kosta aldrei undir 2 milljónum. Og svo bara fólk stígur upp úr þessu stólum á mótnar og segir allir skulu jafnir vera. Lokaða sig að F-gati. Já. Svo var þetta annað djókur í þessu með það var þá Spánverjar kusu gegn Íslandi, eða kusu með þessum tollum og kusu með þeirri tillögu að undanskilja ekki Ísland og Noreg af þessum tollum. Sko, nú er þessi ríkisstjórn sem nú setur búin að vera elta Spánverja hverju vitleysunna fætur annarri út af gasamálum. Það setur vinstrisstjórn á Spáni og þau launa það svona. Já, Spánverjarnir kussuðu semst á móti okkur. Já. Ég fer aldrei aftur til tenni. Nei. Glemt því. Eitt af því sem er að koma í ljós í þessum BBC-málum, ef ég má koma örstutt inn á það. Já. Það er hluta þessari skýrslu sem hefur ekki farið hátt hér í Íslandi. Það varðar fréttir sem að BBC flutti af 2 árásum Ísraela á sjúkrahús sem að var búið að gera, eða sem að voru raun hernaðarleg skotmörk að því að þar var verið að vista hryðjuverkastarfsemi. Þarna við þessi sjúkrahús fundust fjöldagrafir, það sem fundust látnir palestínumenn sem höfðu verið myrtir, margir þeirra augljóslega höfðu verið pyntaðir og með hendur bundna fyrir aftan bak og BBC fór fram að fullu afli og fleiri miðlar, MBL og Vísir og fleiri miðlar pikkuðu þetta allt saman upp og því var slegið föstu að Ísraelar hefðu unnið þarna stríðsklæpi á sjúkrahúsinu. Þessi fjöldagrafir væru afleiðing af árás Ísraela og að þetta fólk hefði dáið sökum aðgerða þeirra. Nú hefur þessi skýrsla hjá BBC
varpa ljósi á að blaðamennirnir sem skrifuðu þessar fréttir höfðu upplýsingar sem gáfu sterklega til kynna eða staðfestu að þessar fjöldagrafir voru afleiðing af aðgerðum palestínumanna sjálfra. Samt var farið fram með þessar fréttir. Og ég segi að þegar þetta blasir við... Þetta bara dæmi sem kemst upp, sko. Þetta bara dæmi sem kemst upp. Ég bara segi við fólk og ég hef sagt það allan tíma, það hefur ekki verið mikið að marka fréttaflutning að þessu svæði, því hefur öllu verið skammtað úr lóa Hamasamtakana. Almenningur hefur verið mataður af algjörlega röngum upplýsingum. Það dregur ekki úr alvarleika stríðsins á Gaza og því mannfalli sem þar hefur orðið. En lætur fólk sér það í alvörunni létturúmi liggja ef að fjölmiðlar vitandi vits ákveða að segja þér sögu dag eftir dag, viku eftir viku, mánuð eftir mánuð, ár eftir ár sem að stenst enga skoðun eða rýmar einfallega ekki við raunveruleikann. Þetta er svo svaka. En það verður ef menn gera það gett betri vitund. Já, og það er það sem er staðfest í skýrsluna. Þeir vissu að þetta var ekki rétt en þeir fóru samt með það. Akkur það er vegna þess að á okkur dynur gengdarlaus áróður fólks sem hefur eitthvað pólitískt agenda eins og Ríkisútvarpið hefur, það sem að menn flytja bara frétt eftir frétt og það er alltaf einhverju fréttamenn sem að hata Ísrael og elska palestínumenn og Íslam og það sem að þau trúabröð og sú menning hefur upp á að bjóða. Þetta eru þetta í mörgum tryggum konur sem að væru náttúrulega bara alls ekki að flytja hér fréttir ef að sú menning væri við líðum hér í þessu landi. Nei, en vonandi það sem að geti komið út úr sig það, því að þetta var ekki bara fréttir frá Gaza-svæðinu sem að BBC flutti með röngum hætti, það líka ræðin hjá Trump, það sem var bara skipta saman 2 setningar sem voru sagðar með 50 mínútna fresti. Akkurat. Vonandi hefur þetta þær afleiðingar að til dæmis stjórnskipunar og eftirlitsnefnd okkar háa alþingi setja eitthvað svipað rannsókn í gang hérna heima eins og vorum að ræða á það. Logi Einarsson hann er búin að taka fyrir það að það veri gert. Hver þér, Logi Einarsson? Já, menningar ráðherra. Já, ég meina auðvitað náttúrulega RÚV náttúrulega fréttastofa Samfylkingarinnar, þannig að auðvitað honum finnst þetta ekkit aðtugast. Hann er fljótur að koma undir varnar. Já, en bara eins og við vorum að ræða á það með Samherja, bara svo herferð sem hefur... Fyrir þau sem eru að hlusta, þá er Stefán að opna hér nammipoka frá Nova Sirius, þannig að skrjáar hér í pokanum. Dásamlegur eftir réttur. Höldum áfram með dagskrána, skulum ekki dreða meira en bremsuför í dag, en og þó... Pólitísk bremsuför. Dagurinn er ekki búinn. Ég sé ekki fleiri bremsuför, en svo bara við varum að skoða könnun maskinu síðan í gær. Og almáttur. Ég var ekki búin að skoða þetta nægilega vel. Ég fór á Kringlukonni í hátinn og hitti þar nokkra og sá að mönnu var vel brugðið þessu, menn voru að ræða svona farið við pólitíkina á föstudegi. Má ég biðja Gísli og Þór viljið spenna greipar, við skulum biðja. Þetta var að koma bara í dag sem sagt. Nei, þetta er sem sagt í gær, við erum að taka hér upp á föstudegi, þetta kom á 15. Þessi könnun maskinu var birt held ég á í fréttastöðar 2 sínar, þar sem að svona til að fara hratt yfir fyrir það sem er að hlusta, þá er sem sagt mælistar Samfylkingin með í rauninni óborið tilgjum milli mánaða 29%. Langstærst. Miðflokkurinn með 17,3 sem gerir hana næststærsta flokki landsins. Samkvæmt þessari könnun allavega. Vegna þess. Þetta er bara trendið. Ég þarf að fara yfir tölunar og sjálfstæðarflokkurinn lækkar lítilega milli mánuða komin í 15,3, Viðreisnin lækkar verulega komin í 13,6, lækkar 2,5% stig, Framsókn með 6,6 og við flokkafólks með 5 og síðan aðrir bilaðir flokkar með minna. Og þetta er þrátt fyrir nýja ásýnd flokksin sem var kynnt á þessum glæsilega rúnstekjafundi á Grand Hotel. Já. En fylgir mun auðvitað tvöfaldast með sölun á Valhöll. En þetta merkir að stjórnarflokkarnir 2 Viðreisn og Flokkur fólksins eru í mikilli vörn á meðan að Kristrún er í sókn. Hún auðvitað fékk, menn gleyma því svolítið þegar mann er að tala völdin sem að Samfylkingin hefur núna eftir kosningar, að flokkurinn fékk ekki 20,8% í síðustu kosningum 2024, nóvember. Samfylkingin er stærsti flokkur í sögu þingsins eftir að flokkaskipan komst á. Minnsti kjölfestu flokkurinn. En Kristrún tala bara alltaf eins og hún hafi fengið óskorað umboð frá þjóðin allri, en það voru bara 2 af hverjum 10 sem að ljáðu henni stuðning, en hún er að hækka í könnunum, hún nýtur tröss og stuðnings, en hinn er flokkarnir að taka á sig þetta mikla högg. Miðflokkurinn er
á flegiferð, þeir að taka fylgi frá Sjálfstæðisflokknum og maður sér líka að Miðflokkurinn er eiginlega systematískt farin að höggva í Sjálfstæðisflokkin. Miðflokkurinn skilgreinir bara Sjálfstæðisflokkin sem aðstæðingsinn á hinnu pólitíska litrófi. Miðflokkurinn fekk 12,1% í kosningu fyrir 11 mánuðum síðan og mælist núna eins og sem fyrir sig með 17,3%. Þannig þessari könnun allana. Þannig að þetta Miðflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn hvað með 33% tæpla samanlagt. Þetta var Sjálfstæðisflokkurinn fyrir 20 árum eða ekki? Núna þetta orðnið 2 flokkir. 20 árum, bara 12 árum. 12 árum síðan, já. Flokkur fólks náttúrulega bara svo gott sem bara við það dett út af þingi. Já. Það verður mikið eftir sig á því. En það verður mjög fróðilegt að sjá hvað gerist það með flokk fólksins í aðdraganda næstu kosninga. Hvernig þau ætla að spila úr sínum málum? Ég held að flokkur fólksins hafi bara einmitt verið svona búin að fýta stjórnar anstöðuflokkur sem að bara fer yngu sælant vel að gaspra ábyrgðarlaust og við erum allir sekir það að hafa haft gaman að því í gegnum tíðina en svo þegar hún komin hérna í valdastólinn þá borgar bara þjóðan fyrir það. Þetta er fógdýrt prógram. Ef ég væri góður söngvari þá hefði ég byrjað að syngja núna meðan varst að flytja þetta bara til að breyta umræðinni og fara að tala um allt annað sko. Já. Það er þetta sem að merkilegt sjáu þið trendið hjá Pírötum og Vinstri grænum. Þetta eru flokkar sem eru í tætlum, dött út af þingi, eru lítt sýnilegir, eiginlega ekki sýnilegir. Jú, að RÚV. Já, RÚV og Píratar aðlega vegna að þeir geti ekki eins og kosið formann svo á þess að skömm sé að Vinstri grænir og horfnir, Svandís bara ennþá á gömlu biluðu vínilplötunni sem orðin verulega rispuð en þessir flokkar eru að taka til sín fylgi frá flokki fólksins. Flokkur fólksins það var flokkur fólksins sem að stútaði Pírötum, Vinstri grænum og sósíalistum. Ég heldur að flokkur fólksins tók líka frá Sjálfstæðisflokkið ekki. Jú, hann gerir það, þú sér að þeir eru að missa meira fylgi núna reyndar, maður veit ekki alveg hvert það að farað öllu leyti, en þið séu að Píratarnir og Vinstri grænir fengu ekki nema 3% og 2,3% í kosningunum, en eru núna alveg á mörkum þess að fá inn menn með 4,9% og 4,8%. Og það er svo merkilegt að fá þetta fylgi, þó þeir séu bara ekki sýnilegir og hafi ekkert fram að færa, sko. Já. Það sem líka áhvert er að Viðreisn er alltaf sem að jaðra við það að vera populistaflokkur, myndi ég segja. Populískir hægri Píratar, voru við ekki búin að... Jú, hefur við ekki bara neglað það? Já, ég held að það sé málið. Þú veist að hefur talað fyrir skattahækkunum, talað með svona populískum hættu ákveðnar atvinnugreinar, leituðu þessu umræðum hækkun veiðigjaldana í vor. Þau eru ekki notað árangurs af því, sko. Nei. Svona könnunum. Nei, en sko... Ég reyndi að les, sko, bara þannig að þetta ekki fram, ég les alltaf með smá fyrirvara í kannir maskinu, en þú veist, við sjáum svona að þjóðarpúsin svona eldur oft á tíð. Sko, ég held líka bara að Viðreisn, sko, þú veist, þeirra stóra mál er augljóslega, það er náttúrulega bara uppruni flokksins Evrópusamband aðild. Og þau eru að leggja mikið undir til að ýta því áfram og eru að verja þessar ömurlegu aðgerðir Evrópusambandsins og þetta brot á EES-samningnum, eru að verja það daginn og daginn. Ég held að bara íslenska þjóðan hafi engan áhuga á því að gangi í ESB og ég held að þau muni ekkert uppskera fyrir þetta ESB ferðalagsitt. Ég held líka að það sé að Þorgerður Katrín þráttur að sem að drægi vagnin bæði dómsmálaráðherrann og fjármálaráðherrann sem að fólk hafi mikla væntingar til eru ekki að sína nein merkileg spil. Það er lítið sem ekkert að gerast þar. Dómsmálaráðherrann náttúrulega flæktur inn í allt þetta rugl með saksóknarembættið og ríkislögreglustjóra, rakaðu þetta lögreglustjórinn á Suðurnesjum án þess að geta skipað almennilega mann strax í staðinn, landamærin mýgleka, það er verið að gera út á íslenska velferð, það er bara verið að markaðsetja Ísland gagnvart fólki sem að vil koma hingað til þess að setjast á kerfið, setjast á okkur og svo upplifir fólk auðvitað líka aukið óöryggi, bara þetta dæmi af TikTok brölti Palestínu-Arabans, sveiflandi árásarrifli og skambis og annað. Fólk upplifir það ekki að það sé verið að grípa til aðgerða sem að tryggja öryggi fólks. Svo þegar að voðaverkin verða framinn, sem er bara tímaspursmál, því miður, að þá er spurningin, ætlar þetta fólk að koma fram í fjölmiðlum eða standa fram í fyrir þjóðin og segja, ég gerði allt sem í mínu valdi stóð til þess að tryggja öryggi. Eru þau í alvörun að gera það? Svona svipað fyrir ríkisstjórn sem að lefði ISIS-liðanum að hreiðra sig á Akureyri, fekk einbýlishús undir sig og konuna og komin í sóknarnefnd Akureyrarkirkju hjá Hildir Bolladóttur og Rótariklubbinn og allir kátir. Þetta er alveg ótrúlegt rugl. Það er alltaf
Já, sko, fyrst þú nefnir þetta, kannski ég ætla að taka, við þurfum eiginlega að segja kannski endurskoðana með það, sko, kíkja til frumir að fá með það þar. Ég var ekki búin að sjá þetta. Við sáum að, þetta myndbað sem var í deilingu á, maður sá þetta á X í vikunni. Þetta yfirvegað maður sem sér bara að markaðsetja Ísland algjörlega blákalt á samfélagsmiðlum að útskýra hvernig fólk geti komist hingað og það kosti ekki neitt og háskólarnir séu fríir og hvað enna. Þetta Já. Það til þess að taka á móti öflugum háskólanum sem að hinga vilja koma en þetta á ekki að vera mótivasjónin í þeim efnum. Move to Iceland for free. Það sem sagt borðin sem að prýðir þetta myndband. Þið sem að hlusta, þið vinnið og meira Já, verið duglega að vinna, takkið kannski aukavakt helgina. Já, takkið aukavakt svo að það sé að borga undir þetta rugla. Já, ég ætla að vinna helgina bara svo að Múhameð og börnin hans 12 geti haft það gott. Á Akureyri. Komist í fjölskyldusameiningu. Já. Þetta borgar sig ekki sjálft. Hann auðvitað hættur að afhauða fólk í Sýrlandi, ekki betra að hafa hann Akureyri? Líður ekki betur að vita á honum í Bónus á Akureyri, hættur hann í Sýrlandi, í Damaskus eða Glerátorgi? Ég sko, ef ekki að, ég veit ekki alveg hvort þeim að segja endurskoðana með eða skoðana með það, að þið nefnir dómsmálaráðarann. Nú ætla Haukur Guðmundsson nú sett búið að skipta ráðundarstjóra í dómsmálaráðundinu. Já, það er verið að höggva mann og annan. Haukur sendur til Brussel. Þú veist, við vitum hvað við gengi á með Sigríði Björk og ríkislögreglustjóra og allt það mál. Já. Ég sá að við það var könnun sem sýndi það að meirihluti þjóðarinnar var sáttu við ákvörðunar að segja af sér. Sigríði Björk, hún sagði ekki af sér, hún skipti bara starf og fór bara í skrifstofustar í ráðundinu. Nei, hún var rekin, sko. Nú er Haukur farinn, nú er Sigríði Björk farinn, dómsmálaráðurinn eftir, getum við spilað klippuna úr þættinum þar sem að Úlfar lögreglustjóri í Keflavík kom og loka orðans í þeim þætti. Þetta með apan? Já, það dálítið merkilegt að sjá. Úlfar er hversson, Lúðvíksson og setið bara spursmál og spilum þessa klippu hvar er þetta? Nei, þetta er Prófaði að googla bara nei, það er ekki þetta er þegar þetta er klippa það sem hann þegar apinn klifur upp í tré, ekki? Já. Skrifa bara apinn, já. Þetta er gott út af. Þetta Já. Hvað er þetta? Sýna þetta ekki. Hún er bara sjáum bara fyrirsögnuna þarna, sko. Já, en byrju, hún getur ekki klikt þetta til. Sko, ef þið farið inn á mbl.is Það er bara meðan þeir leita. Það langum til að sko, þetta með það að Haukur sér sendur til Brussel. Það er greinlega eitthvað að gengi á í ráðuneytinu. Já. Og er þetta ekki bara svona típist mál þar sem að við sjáum hvernig ríkið höndlar embættismenn sem allt niður sig. Þeir fá bara skiptum starf, það er engin rekin. Og fá yfirleitt bara að minnstakosti jafngott starf og það voru í áður. Já, hann fyrir út í Brussel og verður sérfræðingur í áfallaþolstjórnun. Já. Ég hef búin að minnast þetta Sigríði Björk sem verður sko sérfræðingur í ráðundinu. Já. Já, hún vilja Bob. Já, þetta er lifandi lifandi fjölmiðlun. Veist þú með lausnir og veist þú hvað þetta er að gera til þess að tryggja landamærin og hefur kallað eftir í raun aðfangum eða stuðningi frá stjórnvöldum til þess? Já, það er líka átt að vinnsluðinni í dómsmála. Nei, þetta er ekki það. Þetta er kólræn klippa. En enga séu fróðleg. Ég að mista tökina á þessu þetta. Nei, við verðum að spila þetta. Nei, ég ætla bara að segja, sko, mun Haukur Guðmundsson, mun hann ekki launum við það til Brussel? Nei, sko, hann mun bæði hækka í launum fyrir skatt og eftir skatt. Er það ekki? Af því að ég held að er það ekki þannig þegar þú vinnur í Brussel, þá borgar ekki skatt. Þannig að þú getur verið með alla þessi embættismenn, sem allt niður í sig, þeir eru bara ferð til starfi, svo bara Sigríður Björk situr bara núna á skrifstofur í dómsmálaráðuneytinu sem einhver sérfræðingur, svo er eitthvað leiðilegu dagur eitthvað, þá bara kíkjum við heimbankann og hlær. Brussel og Evrópusambandið og allt þetta er samsari stjórnmálastéttarinnar gegn almenningi, það sem við flytja hanga og erum með 3 milljónir á mánuði og borgi ekki skatt. Því betur sést í raskatið á þeim á honum, það heitir klippan. Er þetta klárt þennast það? Já. Svona í restina því að hann verður líka verið alltaf gaman. Já. Þá þegar mér er hugsað til þessara háu herra að erum að tala þarna með ráðunstjóna Haukur Guðmundsson og Sigríði Björk Guðjónsdóttur og
jafnvel ráðherrann sem nýlega komin að þessu embætti. Það er gömul speki sem er eitthvað á þessa leið eftir því sem apinn klifrar hærra upp í tréð því betur sést ég raskatið á hann. Ekki láta það vera lokað á því. Og þarna vísina til Þorbergar Sigríðar Gunnlaugsdóttur. Hún er ein eftir á þessu lista. Það er náttúrulega líka vísi í Hauk og Sigríði Björk. Hann nefnir þau þrjú. En sko ég held að Úlfar sé svona maður, þessi gaman að fara í útilegu með honum, að grilla með honum. Þetta sé að hrikalega góður eftir 2 bjóra, sko. Þá sé vindin. Já. Þetta sé alveg geggjaðar á 3. bjór, sko. Siti einhvers staðar á flotbryggjunni frá Kaupanarþjónustu út af vatni og ekkert vind til og spjalla. Eigum við ekki að fá hann í næstu grillveislu? Þetta er einmitt maður sem myndi mögulega kaupa sér flotbryggju á einn reikningi, það ekki? Jú. Ég myndi hann ekki kaupa á reikning ríkislögreglustjóra? Nei. Ætlum við að setja endurskoðun á þennan tilflutning til Brussel eða er þetta ekki bara klassísk gullin fallíf fyrir embættismann? Þetta er ekki alltaf að gerast og það hafa verið flutt frétt þetta. Ég held að þetta gerist miklu oftar en við höldum, sko. Herru, fyrir að ljúka þessu, það var ég ætla ekki að taka núna fyrirtæki vikuna með keldunni, ég ætla að taka annan vinkil á því eftir, en áðurinn kem að því að þá ætla ég að þá var athyglisverð forsíða viðskiptablaðsins í vikunni, þar sem að kom fram að núna streyma bílar til landsins, margir að flytja bíla og margir að kaupa sér bíl fyrir áramót, af því að skattar auðvitað munu hækka á bíla eftir áramót. Kemur á daginn að fólk bregst við kvötum? Já, það er sko, já. Að því sko, Guðmundur Ari sagði að þér í SFS-fundunum í vor sko, að þegar skattar hækka þá koma meiri tekjur. Það liggur í hlutarins eðli. Þegar skattar hækka þá aukast tekjur ríkisins. Þetta er bara svona mælaborð bara, að hækka skattarna hérna, svo fæ ég meiri tekjur. Já, þetta er bara ekstra skjál. En nú er fólk að bregðast við og það er full flutningaskip og leiðan til landsins með bíla. Sko Daðimár var á bylgjunni í vikunni sem að þetta var hent upp á hann. Nú eru bara 5.000 bílar á leiðin til landsins sem var allir skráður inn fyrir áramót. Eru þessi 7 milljarðar að fara að koma inn sem þið gerir ráð fyrir? Nei, líklega ekki. Hann var bara auðkenndi það leið. Hann kann alveg hagfræði, Daðimár, hann skilur alveg efnaðarmál. Já, ég meina, þú veist, jú, hann er sprenglærður í hagfræði og efnaðarmálum, hann skilur alveg hvernig það virkar. Kallar ekki Vigdís Hauksdóttir þetta hömstrunar skattar? Hömstrunarskattar? Já, það situr á skatt sem veldur því að fólk hamstrar einhverja vöru til þess að komast hjá skattheimtunni, sko. Þetta er bara eins og þegar var svo ég vitni í annan frægan hagfræðing. Þetta er bara eins og þegar voru settar viðskipta þvinganir á Rússa til dæmis með fisk og olíu og hvað það er, sko. Það er alltaf fyrir mánaðamótin sem tóku gildi, þá kom ígildi 2 ára innflutnings til Bretlands eða Frakklands eða hvað það er. Þetta er alltaf sama sagan. En þetta mun til lengri tíma litið hafa alvarlegar afleiðingar, merkir þetta að sjá það sem forsvarsmenn Hertz bílaleigunar bent á, að það með þessum breytingum er verið að drusluvæða flotan. Það er einfaldlega ekki allir sem eru að fara að kaupa sér rafbíl, það tekur lengri tíma, þetta er aðlögunarferli sem mun taka mörg ár enn af eðlugum ástæðum og það mun valda því að fólk heldur lengur í bensínbílana og tengiltvinnbílana og flotin eldist. Og eitt af vandamálum Íslands hefur einmitt verið það að bílaflotin hefur verið hlutvarslega gamall með við bílaflota annarra þjóða. Það er öryggisatriði. Eftir því sem bílar eru eldri og meira keyrðir, þeim mun hættulegri eru þeir á götunum, bæði fyrir þá sem aka þeim og aðra í umferðinni. Þannig að það er verið að drusluvæða flotan til næstu ára og áratuga og þar með byggist upp tísku hugtækið innviðaskuld í bifreiðum. Að þá bara verður til stærri og stærri snjóhengja og þetta er í raun og veru sama pattern og við erum að sjá á fasteignamarkaðnum. Það sem að menn hafa með íhlutunum ríkisins tilraunum til að þétta byggð umfram það sem eðlilegt getur talist með því að halda aftur af frambúð á lóðum í útkverfum og svona dreifðari byggðum höfuðborgarsvæðisins, dreifðari svæðum, að þá staplast upp þörf, verðið springur upp og þetta kemur niður á neytendum í lok dags og ríkissjóður verður af fjármunum. Þetta er alveg ótrúlegt að sjá þetta. Ég sá að Sigríður Andersen, þingmaður Miðflokksins, var með grein reyndar í sama tölublaði Viðskiptablaðsins með fyrirsögnum sko viðreist veru bílinn fyrir þið. Já, þau eru svo frjálslynd og þau hafa ákveðið að velja ríkisbíl. Það sem er verið að sko skattleggja því eina átt, það er að skattleggja fólk fyrir að kaupa sér hagkvæma bíla og sem henta fjölskyldustærðum og aðstæðum og fólk sem þarf að keyra í vinnu og ferðast út á land og svo framvegis. Þannig að þetta er einhvern veginn mjög bjagað allt saman. Við verðum einhvern veginn að sjá hvernig þetta þróast. Já, við getum að bætt 7 milljörðum við hallana næsta ári, af því að þessi vörugjöld er ekki að fara að skila sig eins og við sjáum.
Herðu, fyrirnefnd Sigríður Andersson á afmælisdag. Guð bless hana. Já, hvað er að syngja fyrir hana? Nei. En byrju, var ekki Sigríður Andersen sem skipaði Hugh Guðmundsson? Jú. Hvenær ætla hún að svara fyrir það? Já, hún þarf að svara fyrir það. Já, hún er ekki, svo sem getur ekki varð hendur svona hér og ég afturkalla kveðuna. Já, ætlum ekki að syngja. Nei. Ætlum að syngja Sigríður. Hún er fættið 1. nóvember 1971. Er hún ekki bara 34 en er 44? Ég held hún var bara aldrei okkur. Já, ég held það líka. Það er svakalú formi liftir. Sko Gunnar á Hlíðarenda, hann gat stokkið hæð sína í fullum herklæðum. Hún getur lift þyngd sinni í fullum herklæðum og meira til. Ég hætti tvöfaldri, þrefaldri. Hún getur semast bara snarað upp 80 kíló með það. Hún er örugglega dugleg í svona velindusteikum og harðfiskum hennar, sjáu ekki harðfiskin fyrir aftan ykkur? Það taka þetta með ykkur í lókdags. Það er samt sko að því að Sigríður er nú þekkt fyrir allt annað en hæð sína að hún er að keppa við miklu stærra fólk oft á svona kraftliftingamótum og ég hugsa að hversu ósangjant er þetta? Sigríður Andersen segjum bara 200 kíló í rétt stöðliftu eitthvað, ég veit ekki hvað það er og hún þarf bara að tósa þetta upp bara 40 cm en svo kemur bara einhver kona sem er að keppa á mótenni, kannski í sama þyngdarflokki en hún er kannski 1,80 og hún þarf kannski að tegja þetta bara alveg 70 cm. Mér finnst þetta ekki sangjant. Ertu að segja að Sigríður Andersen hafi forskot í, þú veist? Ég er bara að segja að mér finnst ekki nóg að fólk keppi eftir þyngdarflokkum í kraftliftingum. Fólk á að keppa líka eftir hæð. Já. Ég bara hlaka til, ég myndi vera að sjá þig segja þetta við Sigríði og vera viðstaddur þegar hún svaraði. Sko ég held að lykillinn Ég er að fara í bústaðum helgina. Ég held að lykillinn að velgengni Sigríðar í liftingunum og náttúrulega mikil sómahjón, hún og Glúmur. Þau eru ég heldur borðið sardínur nánast daglega sem ég held að sé eitt mesta power sem getur fengið í ræktina, borðað mikið niður svona fiski. Hún er líka og Glúmur mikið sælkera fólk þegar kemur að góðum vínum, mjög hrifin af Riesling vínum og Einhvern tíma keyrði ég hann á heim til þeirra vín held ég fyrir þig? Fyrir mig? Já, það getur verið, já. Einmitt, þegar ég var í þeim business. Já. Einmitt, hún er öflug. Það er bara svona. Jú, við sendum einn afmæliskveðju. Þrátt fyrir að hafa skipað Hugh Guðmundsson. Já. Og hún hafi farið yfir í miðflokkinn og það var hún ennþá einn af okkar allra bestu konum. Það er bara þannig. Já, hún bara byggði upp sína pólitísku endurreist með því að fara í hana flokk. Þegar ég horfi á Sigríði Andersen og Bergþór Ólason þá verður mér alltaf hugsað til landsöfnunarinnar fyrir Sofíu Hansen, börnin heim. Já. Við þurfum bara að fá börnin aftur heim. Viltu fá þau aftur í sjóstaflokkinn eða? Já, Snorra og allt þetta fólk. Ég er þetta að sá fyrir mig. En heldur að þau vilji fá okkur yfir í miðflokkinn? Sko, ef Einar Þorsteinsson hefði ekki gugnað og hefði búið sig fram sem formann Framsóknarflokksins og segja sér svo ég til dæmis ekki að starra sjálfstaflokk lengur sko og það er að brjálast hérna ég er að reyna að segja hérna skemmtilega frá svo segjum að einhvern tímann hættir Sigmundur sem formaði Miðflokksins og þá er líklegast annarkoð Snorri eða Bergþór Ólason taki við þá erum við bara komið með 3 sjálfstæðismenn sem formenn 3 flokka Einar Þorsteinsson yfir Framsókn eða þróttabúin að því einhvern sjálfstæðismann yfir flokknum og vonandi sjálfstæðismann á þeim tíma yfir sjálfstæðarflokknum. Já, það er ekki sjálfgefið. Nei, það er ekki sjálfgefið. Það er ekkert öruggt til heim. Það er ekkert öruggt. Herðu, ég sá að sjálfstæðarflokkurinn Hveragerði, fyrirgefið, bara, ertu ekki farið til Hveragerðar á morgun? Tala? Jú. Sjálfstæðarflokkurinn Hveragerði, heimabæ formannsins. Já. Ætlar ekki að bjóða fram undir eigin nafni í næstu 17. kosningum. Er það staðan? Heldur sem D-listinn. Sem D? Já, bara nafnið á framboðinu verður D-listin. Ok, þannig að þetta er hluti af einhverju rýbranding. Er þetta Aldís Hafsteins skilur eftir sig rjúkandi rústóðunar? Nei. Hún er alltaf komin í bláskóapið eða ekki? Já, en hún var náttúrulega handa lengi sko. Þetta er þannig að stemt þegar að sko heimabæri einmitt líki kannastu flokkin. Já, kannski er þetta hluti einhverju rýbranding. Ég held bara að þetta sé röng aðferð. Ég held að menn eigi einmitt að sína staðfestu og halda í göfnum gildin. Ég held að Valhöll til dæmis við Hálendisbraut sé frábært húsnæði fyrir flokkin með þess að þetta hendi ekki undir stjórnmálastarfsemi. Býtum nú við, halló, þetta eru fundarsalir, stjórnmála samtök ganga út á það að leiða fólk saman. Það er þess að þetta gera það með öðrum hætti en gertir í dag. Það var kannski að koma upp snotur bar eða kaffihúsi. Þannig að þarna var þetta að draga fólk á staðin á ólíkum tímum og fólk á ólíkum aldri og annað. Þetta er alveg glórulaus ákvörðun að ætla að selja þetta hús. Og þetta er bara tjón sem að verður ekkert aftur tekið. Nei, prinsumál. Sammála. Gerist í því. Sammála.
Herðu, ég sagði hér áðan, ég ætla ekki að taka fyrirtækivikunum með Keldunni, ég ætla að taka smá vingil með Keldunni á hérna, við höfum verið hérna með fyrirtækivikuna, svona farið svona, tekið svona umræðum einstaka fyrirtækis, hvort þau eru skráð á markað eða ekki, að það er hægt að finna alls konar upplýsingar á Keldunni einmitt, sérstaklega þeir sem eru áskrift. Rím upp 6,3%. Já, hér á meðan að taka upp. Hvað gerði Guðmundur í dag? Það kom ekki uppgjör, held ég, en... Það kom ekki verið gær. Var það, já? Já. 349 milljónir. Já. Herðu, það er eins og 2 fyrirtæki skráðu Kauphöll. Síminn og Sín, sem auðvitað starfa bæði á vegum, á sviði fjölmiðla og fjarskipta. Það er ekki ótt að segja það. Það er óhætt að segja og bara hár rétt. Já, og svo það. CNN getur slegið því förstu. Ég er að heyra alvöru tal það að það sé eiga sér stað einhvers konar þreifingar eða viðræður möguleg kaup Símans á útvarpi Sínar og Vísi. Já, hluta fjölmiðla pakka Símans. Já, eins og þetta er lagt upp fyrir mig þá er það þannig, já. Ok. Nú veit ég ekki hvort að Síminn getur keypt allan sjónvarpshlutana og hvort hann hafi yfir þetta áhuga á því. Það stóð náttúrulega í, eða kom fram í sem sagt kaupallar tilkynningunni frá Sín fyrir 3. fjórðung að það væri yfirstandandi endurskoðun á fjölmiðla hluta samstæðunar. Við sáum það í starfsþátta yfirliti sem var birti held í fyrsta skipti fyrir 2. fjórðung á þessu ári og svo aftur núna að á fyrstu 9 mánaða marsins að töpu fjölmiðlarnir 600 eða 700, já, milli 600 og 700 milljónum. Þannig að ef að Sín kemur þeirri tölu yfir á Síman, þá lítur það að vera gott fyrir Sín eða ekki. Já, ég getur sem að Síminn vilja taka þessa tölu samt, sko. Nei, ég meina að þú veist, já, nei, það er alveg rétt, menn kannski er ekki endilega... En hvað angi fjölmiðla Sínar er að gera góða hluti, tekjulega séð? Já, ég held að sé... Ég held að útvarpsviðið sé að stóra hluta til að gera það. Já, ég meina Bylgjan það hefur nú lengi verið vitað að Bylgjan er ákveðin svona, ákveðin póstur hérna og svo er þetta Vísir, er ekki Vísir, hvað er hann, mestleysina, næstmesta umferðin erum Vísi. Já. En getur við sett upp topplista Gallup, séð þetta eins? En sko, punkturinn sá að þú veist, Vísir er eina af þessum tveimur Ég nefn ekki færi nördaskapið það hvað vefur mest lesin, sko. En ég sé sko, Vísir og MBL bera höfur og herðar yfir alla. Þetta er áhugamál þitt, sko, en... Ég er þá bara farin. Ef fæ ég engur á það, hérna, hann er mest lesin bæði út frá notendum og innlitum og flettingum og munar það miklu á, sko, í flettingum á degi hverjum. Sjáum við að MBL er í síðustu viku með 2,1 milljón fletting á dag á meðan að það er Vísir með 1,7 milljónir tæpar. Sjáu þið hvað RÚV, það er öllum sama hvað RÚV er að segja. Já, það eru 130.000 flettingar þar og ég held að Ingólfur Bjarni standi undir allavega þriðjungi þessar flettinga. Það er öllum sama hvað RÚV finnst, sko. Það er það sem ég tek út úr þessu. En punkturinn að sá að Vísir og MBL augljóslega langstærstu fréttasíðu landsins, en þannig að maður myndi halda að Vísir sé... Nei, punkturinn að sá að Síminn vill kaupa hluta Sín. Það er það sem ég laði uppi. Já, sem væri þá örugglega Vísir. Var þetta eitthvað sem er spennandi og eftirsóknarvert? Já, það allavega má lesa það út úr tilkynningunni frá því fyrir ekki löngu síðan að það væri eitthvað verið að skoða þetta. Síminn hefur verið að leita á svona ákveðinu vaxtatækifærum. Já, og sko ég myndi ekki endilega halda samkeppniseftirlitið eins erfiður og þeir geta verið að þeir myndu sennilega ekki gera athugasemd við þetta, þar sem að Síminn er ekki nefni svona frétta fjölmiðlun núna, frétta framleiðslu, þannig að þetta er þá business sem að sko Síminn er ekki í, þannig að það ætti örugglega sko ganga upp sko hvað það var þar en það er einhvern tíma voru að spá í því hvort að setja stöður og það hvort að byrja við nokkur Epic betum að setja stöður og það hvort að fréttastofa Sínar myndi lifa á orð en það áttur að koma í ljós. Logi Einarsson var nú í viðtali hjá mér í upphafi árs þar sem vorum að ræða þessi mál og hann sagðist ekki að hafa nokkur einustu trú á því að Stöð 2 myndi leggja upp laupana. En það er bara hann veit bara ekkert það. Nei, það er bara tímaspursmál hvernig það gerist ef ekkert breytist í rekstrar umhverfinu og það eru fyrst og fremst stjórnvöld sem er að valda mikil í bjögun þar. Þannig að þetta er bara stóralvarlegt mál
Ég vona bara að fréttastofa sína að lifi, sko, ég veit ekki hver ætti að fjalla og segja okkur frá, sko, áfengisölu íþróttafélag ef fréttastofa stöða 2 eftir fyrir, sko. Já, hvað gerist þá? Fyrir allar flytjar af þjóðinu þær fréttir. En þetta sko vísu þetta geti verið öflugur vefur og útvarpi bylgjan sérstaklega gríðarlega öflug stöð. En mér hefur þótt menn haft mikið lausatök á fréttaflutningar. Þetta allt farið að minna bara eins og... Það ekki fréttastjórn lengur. Þetta bara litla rúf, sko. Það bara einhver vinstri áróður frá einhverju fólki þeim alveg sama heilbrigt og yfirvegað fréttamatt. Það bara hjakkað í sama farinu alveg út í eitt. Þannig að best væri auðvitað að það kæmust góðir eigendur sem að hefðu burði til þess að taka til í þessu, þannig að fréttaflutningurinn yrði vandaðri og svona meiri balans. Hvað fannst ykkur bara fyrstu minnist á þessa mynd af Snorra Másinni og 2 ára sínis? Ég gerir nú ekki mikið og þetta bara flott mynd, katsi mynd, ég held að enginn hafi verið að hugsa það þannig að eitthvað draga eitthvað samlíkingu milli hugtaksins rasisma og batsins, Snorri aðalatrið á myndinni. Mér þótti eins og mjög skrítið þegar að hann af viðkvæmni hefur samband og segir, mér finnst ótækt að þið notið þessa mynd í sambandi við þetta, að bregðast það ekki strax við og breyta því. Það var ekki stóra málið og átti aldrei að verða eitthvað aðalatrið, en sem ég þetta sé of mikið lesið í þetta varðandi valið á myndinni og það voru meira efnistökin sem voru Já, efnistökin eins og þau bara, ég meina, svona þetta bara menn eitthvað fjallum þetta og einhver hafa þá skoðun að hann sé að það eitthvað rasisma, allt í lagi, hann getur bara svarað því. Það var bara sagt í annarri efnistökin, því hefur verið haldið fram að skilur, og það var bara búið að slá því í föstu. Já. Þetta eru náttúrulega ekki vinnubröð sem eru bálega á fjölmiðlum, sko. Við getum setið og verið eitthvað að gasa, en ef þú ættir að skrifa fréttir og ætlar að vera alveg blaðmaður, þá getur ekki bara sagt, fólk hefur sagt, því hefur verið haldið fram og þar lendi slegið föstu sem staðreynd, sko. Á það Þórður Gunnarsson að þjóðmál eru skráður fjölmiðl hjá fjölmiðlnefnd. Er það svo? Já. Maður þorir ekki öðru en að lúta ríkisvaldinu. Eftirliðsinnanum. Já. Herðu, áðan við fyrir síðasta liðin þeir eru bara að fá Wellington-steik, þeir eru bara að fá namipóka frá rann ansi vel niður frá Nova Sirius, rauðvín frá kampaðisfélaginu Beyond Santi. Það býður ykkur hér harðfiskur til að taka með ykkur inn í helgina. Er það stóru pókarnir? Já, þannig að þetta er einn ástæðin fyrir ég mæti alltaf vera vel byrður á harðfisk. Sigþrúður Ármann verður ánað að heyra því að við verðum jafnland á harðfiskir allan sólarhringinn. Þú verður að hafa þetta og þú ætlar að róði í liftingarnar hjá Siri Andersen. Hún getur þetta, eða borðar þetta fyrir ekki þau. Hún borðar, síðast ég vissi þá borðar hún bara sardínur. Já, Þórður heitin helt því fram, en það er mín kenning. Hún lifir á sardínum einum saman. Herðu, síðan ég ætla að senda ykkur inn í helgina með þetta. Þetta grínast. Mosaginn. Úr Langjökli? Já. Alveg talað. Ég er búin að smakka þetta er algjörlega geggjað gin. Gestir þjóðmálastofunar, það er að koma nýtt gin sem kemur út mánaðamótin. Og gestir þjóðmálastofunar fá forskot á sæluna þar, geta panta sér. Sko, gin er ekki... mosaginn.is/þjóðmál. Mosaginn.is/þjóðmál. Sko, gin er ekki sama gin. Það er útsýð með það, Þórður minn, það mun ekki renna á okkur þessa helgina. Nei. Það er alveg ljóstældi. Sko, fólk er alltaf, það var einhver sem var að setja út á þessum daginn og sagði við mig, sko, byrju, er þið ekki lífstílslaðvarp? Ég sagði, jú, sko, við erum ekki lýðheilsuhlaðvarp, við erum lífstílslaðvarp. Þannig að þú veist... Það er bara mjög slæmur lífstíl sem er ástundaður. Ég segi bara eins og Winston Churchill sagði, eða umorða hans, ég hef tekið mun meira út úr alkohóli en alkohóli hefur tekið út úr mér. Þetta er flott. Herðu, rétt ég setti smá heimavinnu fyrir ykkur með vinum okkar í Artistfjöks Pólar ef við skellum okkur á Suðurpólinn sem við ætlum að gera, við erum búin að klukka það með það, við viljum fara og taka þátt. Við tökum upp þátt á Suðurskautinu. Það var einn á, ég veit um 2 á hátíðarkvöldi þjóðmálagerðar sem hafa farið á Suðurskautið. Það er svo leiðis. Já, og satt mér sögur frá því, mjög áhugavert allt saman. Getum tekið með okkur gólsettið og kannski... En við vitum þetta með enn fleiri sem að hafa farið á Suðurskautið en ekki komið tilbaka. Þetta voru þessi skiluð sér. Já. Þeir eru þetta 2 úr 10 manna ferð en látu það vera. Ég baði ykkur að velja einhverja 2 erlenda stjórnmálamenn sem hafa verið við völd kannski helst á þessar öld
sem að þið myndu vera að taka með ykkur? Kom mér nú óvægt að sjá á miðanu hjá Þóruði að hann myndi vilja taka með sér Gro Harlem Brundtland. Ég held að þú myndi taka með Úrsúlu, von der Leyen. Von der Leyen, já. Nei, er þið leiðileg fyrir maður? Hvað segirðu? Já, Gro Harlem Brundtland og Úrsúla von der Leyen. Því lík afplánun. Theresa May, mætti ég bæta einu við? Hvernig myndið þið taka? Sko, svo fyrsta sem þetta í huga hérna forsætisráðherra Ítalíu Meloni, held að hún sé Gat nú verið að gamli dónakallin kem upp hér. Þetta sko, þetta jeppaferð sko. Þetta ekki hins eginferð. Það verður að vera eitthvað guggur sko. Ég ætla bara að taka undir þetta með, hún er frábær. Já, og ég held að hún sé hérna skemmtileg og maður er svona oftar en ekki hérna sammálinni. Sáuðu þegar Erdogan var að skamma hana fyrir að reykja. Já, mér finnst alltaf skemmtilegast þegar hún kemur með svipina, sko, þegar hún hittir Macron, Frakklandsfórseta, hún greinilega hefur algjöra fyrirlitningu og henni finnst hann algjör aumingi og hún bara getur ekki leynt í svipur á hann, henni finnst hann algjör aumingi. Augun rúllaði minnstakosti 720 gráður þegar hún lítur hann augum. Státt á stilkum. Já, þannig að ég myndi ekki taka Meloni með mér og hver er svo skemmtilegur þar með? Kannski, ég veit ekki, Boris Johnson ég hugsaði Boris þegar ég var sjálfur að hugsa um þetta. Meloni og Boris Johnson, ég held að það er gott partí. Sjá hann maður. Já, hann er flottur. Sko, hann er með, sko, ég er með sömu liði í hárinu hann, sko, það er að segja enga. Þannig að ef ég myndi safna hárið aðeins, þá myndi það sennilega blása svona. Ég held að ef þú myndir safna hárið þá yrðu þið algjörlega identikal. Já, við erum nokkurni tvífara. Þið er eins í vextinum. En hérna, 9 börn með 12 konum, en það er nú annar mál. Já, ég hafði nú hugsað með Boris Johnson, það er einn maður sem ég miklum hávegum og hef lengi haft, það er George W. Bush fyrir fórstu Bandaríkjanna frá 2001 til 2009. Hann er mjög merkilegur maður, var vanmetinn fórseti, skrifaði frábærar æfiminningar sem heita Decision Points sem ég þreytist ekki á að minna fólk á. Það er bara svo margt af hans ferli sem er áhugavert og skemmtilegt og hann er skemmtilegur maður, sko, augljóslega. Er hann ekki eins og Úlfur Lúðvíksson? Þið langar að grilla með hann og rífa þakki hann köldum? Jú, hann er þetta bindismöður? Hann hætti að drekka og hann útskýrir nú reyndar í bókinu af hverju það var algjörlega nauðsynlegt. Algjörlega óumflýjanlegt. Já, það var óumflýjanlegt. Stundum er það bara þannig. En Bandaríkjamenn voru reyndar spurðir að því í forstöðkjörnu þegar hann mætti Al Gore frá demókratum, hvorum þeirra heldur vilja sittast niður og fá sér bjór með og George Bush vann þá atkvæðagreiðslu með miklum yfirbölum. Ég myndi vilja taka hann, en ég held að ég myndi líka vilja taka með mér Alexander Stubb, forseta Finnlands. Hann er gríðarlega áhugaður maður, hann er nú góður í golfi þó maður sem ekki að fara að spila golf á Suðurskautinu. Hann er skrattskólari. Getið ekki verið með gula bolta eða? Snjógolf? Nei, en hann er bara, þetta er nú eldgömul mynd af hann sem er verið að varpa upp hér, hann er eldstalsvert en hann hefur bara tekið ótrúlega harða og flotta línu og ekki að ástæðulausu. Hann er auðvitað forseti Finnlands, hann á landamæri að Rússlandi og þetta er maður sem ég myndi vilja kynnast betur og maður hefur tækifæri til þess borð í einhverjum glæsilegum trukk frá Arctic Trucks. Já. Bush er sennilega að keyra, við værum að drekka mosaginn í aftursætinu. Já, og borða harfisk. Já, og hann hefur bara verið svo pragmatískur og flottur sérstaklega í samskiptum sínum við Trump. Hann bara fattar. Bara fór og spilaði golf með Mar-a-Lago og hann fór líka og seldi Trump ísbjóróta. Hann kann þennan leik. Hann er ekki eins og íslensku yfirvöldin í dag sem eru sífellt að reyna einangra okkur frá Bandaríkjunum sem er þó eini aðilinn sem getur veitt okkur raunverulega vörn. Hugsa ykkur, til þess að koma okkur í Evrópusambandið þá er tesan svo að einangra okkur gagnvart Bandaríkjunum. Það látið eins og það sé einhver Pétur Svensson nýr varaþingmaður Viðreisnar. Það fyrsta sem hann gerði, það var að mæta að halda jómfrúaræðu það að við þyrftum bara að stóla á Evrópu, sko. Heyrðu, það er allt eins gott að stóla á blinda nýræða frænku sína, sér til varnar og að halda upp á þetta Evrópusambandi í þeim efnum. Það er NATO og Bandaríkin, punktur, sem geta bjargað okkur ef í harpakan slær. Þannig að, það er svo þar. Sammála því. Já. Herðu, eru við ekki bara búin að loka þessu þetta skrá? Jú, og þótt fyrir það verið. Ertu með eitthvað meira, Þórður? Nei, þú lítur út þessu maður sem hefur eitthvað að segja. Nei,
Já, nú alltaf eitthvað ósagt, það er ekki málið, en hérna, ég heldur sem búin að tæma þetta. Ég er að fara að stýra steikarkvöldi Hauka í kvöld í Hafnarfirði og það verður uppboð og fjáröflum fyrir íþróttafélagi, það verður gríðarlega gaman að hitta Hafnfirðingana. Það er, og hvet fólk til að mæta á þessar fjáröfluna sem komur hjá íþróttafélagunum og leggja þeim lið. Það skiptir máli að styðja bæði við afreiksfólki en líka yngri flokkana. Herrakvöld, konukvöld, þorrablót, allt sem íþróttafélaginu. Steikarkvöldin, allt þetta. Fólk á að mæta, taka þátt og hérna bjóða í málverk þó það hafi ekki náði. Ég er að stýra steikarkvöldi sem sagt Hauks Guðmundssonar Kveðjupartí áður hann fyrir til Brussel í einhvern dekupakka þar það er eins og ég segi, þeir eru ólíkt hafastir að Haukarnir gengur á ýmsu. Herru strákar, bara við förum og ef við ekki að fara að hitta þessa Vellintónsteik og klára hana. Hvernig væri það? Ef að bjóða Búllis kannski að borða með okkur. Þeir eru bara að standa sig vel. Þeir strána aðra slíka. Ótrúlegt einvalalið sem við ótrúlega flottir. Þannig að ég segi bara góða helgi. Takk þeir sem hlustuðu og þeir sem horfið. Góða helgi.